Komið þið sæl, velkomin í landsbyggðir. Við ætlum að beina kastljósinu að Norðurlandi vestra. Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Velkomin. Takk fyrir. Það verið að byggja á Hvammstanga, það verið að byggja á Blönduósi, það verið að byggja á Sauðárkróki, það verið að byggja víða sveitir. Þetta þýðir að byggingakrana-vísitalan, hún bara stígandi hjá ykkur. Já, heldur betur. Og bara bjartsýni í fólki í tengslum við það. Hvað það svona sem að, eitthvað eitt sem að gera þetta að verkum og það alls það verið að byggja? Nei, ég held að það svona sambland af mörgu. Í fyrsta lagi þá erum við að sjá núna í fyrsta skipti í nokkur ár uppbyggingu í atvinnulífi, til dæmis í Austur-Húnavatnssýslunni, þar sem verið að reisa gagnaver. Það náttúrulega hefur gríðarlega mikið að segja fyrir Blönduós og nærsveitunga, alveg yfir í Skagafjörðinn og yfir í Vestur-Húnavatnssýslu líka. Og svo það líka bara þannig að fasteignaverð hefur verið að hækka bara eins og víða á landinu sem að gerir fólki þá kleift. Það orðið svona vænlegur kostur að byggja. Þú situr ekki eftir með mikinn sokkinn kostnað allavega ef þú ætlar að losa þig út úr því. Þannig að það svona sambland af mörgu sem að gera það að verkum að fólk farið að fara af stað aftur. Norðurlandi vestra hefur verið í hálfgerðri varnarbaráttu í töluvert langan tíma en núna íbúa þróunin eins og þú segir, hún á uppleið. Já, hún allavega ekki á niðurleið og við erum ánægð meðan svo sé. Auðvitað vildum við sjá hann að fara hraðar upp en við höfum verið svona rétt aðeins að bæta í með hverju mánuði núna sem líður í nokkuð misseri. Auðvitað það mismikið eftir því í hvaða sveitarfélagi við lítum og bara dæmum það að Skagafjörður fór yfir 4.000 manna múrinn bara núna síðustu mánaðamót sem orðið ansi langt síðan að þeir röfu síðast. Þannig að það bara mjög jákvætt. Þín starfsstöð á Hvammstanga en þú ert svona ferðast mikið svæðið. Bara þetta að það sé verið að byggja og íbúum fækki ekki, frekar fjölgi. Þetta aukin bjartsýni hlýtur að vera. Tvímælalaust. Og mér sjálfur finnst allt annar hugur í fólki núna heldur en fyrir tæpum 6 árin þegar ég flutti aftur heim á Hvammstanga. Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli að fólk sér að það eru tækifæri til þess að gera eitthvað. Þannig að þetta veit á gott. Tölum aðeins meira gagnaverið sem þú nefndir áðan. Þetta stór innspýting inn í atvinnulífið. Já, mjög. Bæði á framkvæmdatímanum og svo eins eftir að það tekur að starfa að fullu. Það þegar komin einhver örlítið starfsemi í hluta bygginganna sem búið að reisa. En það auðvitað iðnaðarmenn af svæðinu, smiðir, rafvirkjar, píparar, þannig að þetta gríðarlega mikil innspýting, já. En af hverju Blönduós? Já, ætli það sé ekki bara roki og kuldinn? Nei, það skiptir máli fyrir svona starfsemi. Það í rauninni að hafa aðgang að rafmagni og þetta náttúrulega mjög stutt frá raflínum, þannig að það auðvelt að leggja það að. En vindurinn skiptir líka máli því að þetta að hluta til vindkælt. Þannig að byggingarnar í rauninni opnar á hliðunum og vindurinn notaður til þess að kæla vélarnar niður því að það kemur náttúrulega gríðarlegur hiti frá þessum risatölvum. En þess að Blönduvirkjun svona einn af lyklunum að þessu öllu saman. Já, hann er það. En það á að fara að ráðast í virkjunarframkvæmdir frekar það ekki við Blönduvirkjun? Það hefur staðið til, jú, og stækkun á virkjuninni og það búið að vera á teikniborðinni í svolítinn tíma, þannig að það vonandi að það fari í gang. En það svolítið svona merkilegt í raun og veru að fylgjast með þessari uppbyggingu á Blönduósi, svona bara allt í einu byrjar þetta, en þetta búið að taka í ferli, þetta búið að taka mörg ár að undirbúa þetta og vinna að þessu. Já, það lítur svolítið út fyrir að þetta sé einmitt svona allt í einu, en ég hugsa að þetta sé ferli upp á bara hátt í meira en áratug. Þar sem að þessar hugmyndir komi upp og eins og oft þegar komi upp einhverja nýjar hugmyndir eru menn álitnir svona hálf skrýtnir en þeir hljóta að vera ánægðir núna sem að byrjuði í þessari vegferð fyrir 10 árum plús. En hvað með Hvammstanga, Hvammstangi hann í raun og veru miðstöð atvinnulífsins þarna á svæðinu og byggist að stóru hluta það ekki upp í kringum landbúnað. Jú, þjónustu í landbúnað og á Hvammstanga auðvitað einhverja stofnana, fæðingarorlofssjóður þar og svona fleiri. Það þannig
sjúkrahús með öldrunardeild og heilsugæsla og svo grunnskóli og verslun og byggingaverslun, þannig að þetta að þjónusta sveitirnar. Þannig að það sem við höfum haft áhyggjur af núna í undanfarin misseri einmitt hvaða áhrif ástandið hjá bændum kemur til með að hafa á þessa byggðakjarna sem að þrífast í rauninni að miklu leyti á því að þjónusta landbúnaðinn. Þannig að það þarf að passa verulega vel upp á landbúnaðinn á þessu svæði því að landbúnaður okkur gríðarlega mikilvæg atvinnugrein. Þegar þú skoðar atvinnutekjur sveitarfélaganna til dæmis í Húnavatnssýslu, þá kemur væntanlega í ljós hverjar sveiflurnar eru einmitt í landbúnaði sem að svona mikilvæg stoð. Já, þær gera það. Og atvinnutekjurnar frá landbúnaði hafa verið að rísa undanfarin ár á meðan til dæmis sjávarútvegurinn hefur verið að gefa eftir eins og víða Þannig að ég bara ítreka það. Landbúnaðurinn okkur mjög mikilvægur, sérstaklega sauðfjárbúskapur og kúabúskapur líka. Þannig að svona útlitið hjá bændum ekki nógu gott og það þarf að passa upp á að þessi landbúnaðarsamfélög ber ekki skaða af þessari stöðu. Skagafjörðurinn nú heldur betur landbúnaðar. Jú, maður lifandi. Matarkista, segja margir. Þar hefur einmitt verið töluverð uppbygging á undanförnum misserum, mjólkurbú nýtt eða mjólkursamlag. Já, og þar hefur verið mikið nýsköpun. Það til dæmis í tengslu við mjólkursamlagi þá að hefjast vinnsla á prótínu úr mysu sem að verið svo nýtt í matvælaframleiðslu og spíraframleiðsla í tengslu við það líka. Og þar eru fyrirtæki sem hafa verið að nýta aukaafurðir bæði í sjávarútvegi og af slátudýrum í framleiðslu, hágæðaframleiðslu á fæðubótarefnum. Þannig að þar hefur heilmikið verið í gangi í atvinnulífinu undanfarin misseri og virðist ekkert láta á. En hvað með sveitirnar, bílum þeim fækkar frekar en þau stækka. Það víða verið að róbótavæða fjós og annað þvílíkt í mjólkurframleiðslunni. Já, mjög mikið. Og mjög mikið af því í sveitinu. Og það svona kannski helsta uppbyggingin til sveita. Menn að fjárfesta gríðarlega í þessum nýju hátæknu fjósum, ef hægt að segja sem svo. En hvað með sauðfjárbúskapinn? Þar blikkar nú gul ljós, getum við sagt. Já, og þau kannski að færast aðeins út í bleikt ef maður horfir á það þannig að staða hjá sauðfjárbændum alls ekki nógu góð og þegar maður horfir á svæði eins og Norðurland vestra sem á mjög mikið undir sauðfjárbúskap þá það verulegt áhyggjuefni og það spurning hvað nýjustu útspil ríkisstjórnarinnar koma til með að hafa mikil áhrif á þá stöðu. En finnst þér þessi útspil, þetta hafi gengið of hægt allt saman? Mér finnst þau vera að ganga of langt og ég veit að það eru margir sammála mér á Norðurlandi vestra. Það þarf að stíga mjög varlega til jarðar af mjög mörgum ástæðum, ekki bara út af stöðu bænda, heldur bara út af matvælaöryggi og heilsu Íslendinga almennt. Þannig að það hangir margt á spýtunni. Þegar þú hittir bændur á fundum, áhyggjurnar eru sannarlega til staðar. Já, klárlega. Menn eru áhyggjufullir. Vaxtabroturinn í atvinnulífinu væntanlega í ferðaþjónustunni. Já, eins og víða bara á Íslandi, þá hann það. Það sem að háir hins vegar ferðaþjónustunni á Norðurlandi vestra, þó við séum að sjá mikla nýsköpun og uppbyggingu á síðustu misserum, að það helst það að við erum ennþá að sjá mikla sveiflur og við erum ekki ennþá búin að ná því marki að vera heilsás atvinnugrein í raun og veru. Það eru of margir sem bara eru yfir sumartímann. Og það sést líka á atvinnutekjum, tölum atvinnutekjur frá Byggðastofnun að ferðaþjónustan ennþá mjög lítill partur af heildaratvinnutekjum á svæðinu. Þannig að það vantar ennþá þó nokkuð upp á en það heilmikil uppbygging í gangi sem að vonandi verður til þess að draga fleira fólk á svæðið. Selaskoðunin, hún nú orðin rótgróin. Já, heldur betur. Og búin að vera núna áratuga skeið, 12-13 ár. Og byggist upp aðalega út frá Hvammstanga og Vatnsnesið náttúrulega þar mjög mikið aðdráttarafl. Og þar núna verið að deiliskipuleggja nýjan selaskoðunarstað við Flatnefsstaði. Þannig að það verður vonandi til þess að draga enn frekar
frekar fólk á svæðið. Það á Vatnsnesinu líka eða hvað? Já, það er líka á Vatnsnesinu. Þegar maður ber saman selaskoðun og svo hvalaskoðun sem að orðin stór atvinnugrein, en selaskoðun, hún hefur ekki náð sér á svona sama strik? Ekki eins kannski, ekki eins, nei. Hún er svona árstíðabundnari, en engu síður er hún að mörgu leyti einfaldari. Það er boðið upp á selasiglingar frá Hvammstanga til þess að skoða sellátur við Miðfjörð, en þú getur líka farið og skoðað selinn frá landi og það er kannski erfiðara með hvalinn, þannig að maður veltir fyrir sig hvort þetta hefur eitthvað kannski með markaðssetningu að gera eða hvað er. En sérðu þarna möguleika að sé hægt að færa þarna út kvíarnar í selaskoðun og tengt? Já, alveg klárlega. Skagfirðingar, þeir gera aftur á móti töluvert út á söguna og svo aftur íslenska hestinn? Já, algjörlega. Það hefur verið svona þeirra aðalsmerki, íslenski hesturinn, þeir hafa líka verið að nýta sér þessa hugmyndum Skagafjörð sem matakistu, því að það er náttúrulega gríðarlega mikil matvælaframleiðsla og landbúnaður. En svo eru þeir líka að feta nýjar brautir og þeir eru til dæmis að nýta menningun og söguna til þess að setja upp hátækni sýningu, þar sem að þú getur í rauninni í sýndarveruleika tekið þátt í bardögum sem að eiga að gerast 1238, þannig að þeir eru að svona færa söguna fram á okkar dag og gera okkur rauninni þáttakandum í því. Ferðaþjónustan talar segla, þessi sýning verður þá hugsanlega einn af þessum svona sterku seglum. Já, það er planið, já. En svona sterku seglarnir sem hafa verið aldur og ævi á þínu svæði, eins og til dæmis Kolugljúfur. Það er líka uppbygging í gangi og síðasta sumar var settur upp útsýnispallur sem svona er til þess fallin að bæta aðgengi og auka öryggi, því að það var á stöku stöðum þarna við, í rauninni mörgum stöðum við gljúfrin sem var bara beinlínis orðið hættulegt og vonandi verður framhald þar á að aðgengi verði bætt. Eru alltaf rútur þarna sem sagt að skoða? Já, mjög mikið, margar rútur á dag. Og líka mikið af ferðamönnum bara sem eru að ferðast upp á eigin spýtur og á bílaleigubílum, þannig að það er mikið rennir niður á Kolugljúfurum. En sérðu einhver svona merki þess að þetta fari svona jafnvel að breytast og þá að ferðaþjónustan sem verði að heilsársgrein? Já, það eru svona ákveðin teikn á lofti það. Bæði hefur framboð gistirými aukist, eins erum við að sjá uppbyggingu á fleiri seglum. Og við höfum ekki nefnt til dæmis uppbyggingu í Vatnsdalnum í Austur-Húnavatnssýslu, þar sem verið er að byggja upp mjög áhugaverða segul í tengslum við þrístapa, þar sem að kastljósinu er beint að mordbrenninu á Illugastöðum og aftöku Agnesar og hennar fylgismanna í mordbrenninu á Illugastöðum. Þannig að það eru svona ákveðin teikn á loftum að það sé að myndast þarna tengst svona þættir sem að gera það að verkum að fólk getur staldra lengur við, því að það er það svona sem hefur háð ferðaþjónustuna, fólk hefur svo mikið bara keyrt í gegn. En ég tek líka eftir því að uppbyggingu ferðaþjónustuna, það sér félag í Vesturhún og svo aftur í Austurhún. Maður spyr sig akkur í ósköpunum sameinustu ekki og vinna saman að þessu? Já, það er í rauninni 3 félög sem að starfa á Norðurlandi vestra. Það er félag í, eins og þú segir, VAF-hún og svo er í A-hún og svo er í Skagafirðinum. En það sem að þau gera líka undir í rauninni svona hatti SSN VAF, að þau eru með formenn þessara félaga mynda fagráð ferðaþjónustunnar á Norðurlandi vestra og vinna saman á þeim vettvangi. Þau hittast reglulega, miðla upplýsingum og ráða ráðum og bjóða upp á viðburði allavega 2 ári fyrir alla ferðaþjónustuaðila á Norðurlandi vestra, því að það er samstarfið sem er algjör lykill. Þannig að það er samstarf? Já, það er þó nokkuð samstarf. Hvernig er svona þjónustu háttað við frumkvöðla sem eru með einhverjar hugmyndir og síðan kannski sprettur upp einhver afurð úr því? Við hjá SSN VAF, við bjóðum upp á stuðning fyrir frumkvöðla við til dæmis þætti eins og að gera viðskiptaáætlun og aðstoðum við stofnun fyrirtækja og svo framvegis. Og svo hafa verið haldnar svokallaðar ræsingar, þar sem að nýsköpunarmiðstöð kemur inn og
býður fyrirtækjum í rauninni eða einstaklingum með viðskiptahugmynd að fara í gegnum svona hálfgerðan viðskiptahraðal og það eru 2 slíkir í gangi núna á Norðurlandi vestra, annars vegar í Húnavatnssýslunum og svo hins vegar í Skagafirðinum. Þannig að það er vonandi að það skili einhverjum sprotum sem að geta svo þróast áfram í stærri verkefni. En eitt af ykkar verkefnum hjá sambandi sveitarfélaga á Norðurlandi vestra er einmitt að leita eftir fjármagni til þess að koma upp einhverju atvinnulífi eða styðja við bakið á frumkvöðlum. Alltaf af og til svona bankað á dyrnar hjá ykkur sem sagt að fjárfestar eru með einhverja hugmyndir? Já, það mætti vera meira, svona í fullri hreinskilni, en það er alltaf eitthvað og það voru til dæmis bara aðilar að skoða þessu bara í þessari viku sem er svona eitthvað sem ekki má tala þannig að það er alltaf einhverjir á ferðinni með hugmyndir og að skoða mögulega staði fyrir alls kyns verkefni. Ein nýsköpunin er einmitt meðal bænda sem beint frá bíli. Hvernig er staðan á því á þínu svæði? Það er sko, já ég myndi segja að væri að færast mikið í aukana. SSNVF eða Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra vann á síðasta ári að verkefni með farskólanum á Sauðárkróki þar sem voru haldin námskeið í þessari hugmyndafræði beint frá bíli og í framhaldinu settum við í samvinnu við farskólan upp líka svona vinnusmiðjur þar sem þú gast farið og þú gast lært kæfugerð eða pilsugerð og svo framvegis. Og þetta var allt unnið í matarsmiðjunni á Skagaströnd því að þar er komin upp vottuð aðstaða þar sem að bændur geta pantað sér tíma og unnið sína vöru sem að þeir svo selja á hvort sem er í verslunum eða sjálfur. Þannig að þetta er alltaf að færast í aukana. En þetta vottaða eldhús, það er væntanlega lykillinn að því að þetta sé hægt alls? Já, algjörlega. Þetta verður alltaf að vera framleitt og pakkað í vottuðu eldhúsi og þetta gerir þessum matarfrumkvöðlum kleift að vinna sína vöru við þær aðstæður. Á Skagaströnd einmitt er starfandi ansi merkilegt fyrirtæki sem að kannski flokkast undir frumkvöðlafyrirtæki og svo líka sem sagt rannsóknarfyrirtæki Biopol. Já, það er rétt og þeir einbeita sér að rannsóknum sem tengjast hafinu og hafa verið svona í þróun í dálítinn tíma og bara orðið mjög flott og stöndug rannsóknarstofnun. En þegar þú ert að tala við atvinnulífið og kynna sem sagt Norðurlandi vestra, allir innviðir til þess að vera með atvinnustarfsemi og jafnvel byggja nýtt, eru þeir til staðar? Já, algjörlega, tvímælalaust. Það er nóg pláss fyrir fleira fólk á Norðurlandi vestra og velflest sveitarfélögin eiga lóðir, iðnaðarlóðir. Það eru hafnir á svæðinu og samgöngur greiðar til beggja átta. Ég meina við erum þarna mitt á milli, Reykjavíkur og Akureyrar. Þannig að það er í rauninni allt til alls. Á flestum svæðum á Norðurlandi vestra er aðgengi að hitaveitu. Ljósleiðaravæðing er komin tiltölulega langt, sérstaklega í dreifbýli. Þannig að það er allt til alls. Hvar sérð þú helstu möguleikana? Er það þá til dæmis einhvers slags fullvinnsla afurða? Já, ég myndi vilja sjá meira af fullvinnslu afurða heima í héraði, því að þá er verið að skilja sem mestan virðisauka eftir í héraðinu. En svo eru auðvitað líka mikill vaxtarbroddur í ferðaþjónustunni, þó að séu blikur á lofti hana núna líka, en uppbyggingin hefur verið þó nokkur og heldur vonandi áfram. Þannig að ég myndi segja að væri svona þetta tvennt. Það væri sem sagt fullvinnsla heima í héraði, ferðaþjónustan og svo auðvitað svona smá iðnaður, einhver iðnaðar tækifæri sem við erum alltaf að reyna að laða til svæðisins og vonandi verður eitthvað að því einhverja fréttir af því á næstu misserum. En eflaust varðandi til dæmis einhvern smá iðnað eða svona smærri iðnfyrirtæki, kostnaðurinn við að vera með starfsemina á Norðurlandi vestra einhver staðar miðað við höfuðborgarsvæðið. Það er margt ódýrara en kannski líka sömu liðir eru dýrari. Já, það er í rauninni margir kostur við að vera með þennan smáiðnað á Norðurlandi vestra og víðar í rauninni á landsbyggðinni. Það hefur verið talað til dæmis að starfsmannavelta sé minni heldur en á stærri þéttbýlistöðunum.
húsnæðisverði lægra, húsaleiga þarlendi lægri og svo framvegis, en á móti kemur þá og þú ert með flutningskostnað. Þannig að svona þetta hefur kost á galla. Ég heyri það í raun og veru svona á þér eða skynja það að þið eruð frekar svona að horfa einmitt í þessar áttir. Er búið að slá alveg út af borðinu? Já, það er svona, aðstæðan til staðar en það er ekki lengur áhugasamir aðilar sem að vilja fara í þá framkvæmd og orkuna vantar. En við höfum líka lagt mjög mikla áherslu á það í gegnum tíðina að nýta orkuna sem að framleidd í Blönduvirkjun heima í héraði. Og það var svona eitt af því sem að var svona lofvörð stjórnvalda þegar Blönduvirkjun var reist að orkan yrði nýtt í héraði og núna með gagnaverinu tekið hænuskref í því en við viljum sjá enn meira. Hvað með samvinnu sveitafélaga á svæðinu? Þau eru hvað, 6, 7, 8 eitthvað? Þau eru 7. Hún er alltaf aukast og SSMVF er til dæmis vettvangur fyrir samvinnuverkefni. Og það er náttúrulega, sko, fólk gerir sér alveg grein fyrir því að það með samvinnunni að þá verðum við sterkari, við verðum sterkara afl til þess að knýja fram til dæmis stuðning frá ríkinu við einn ýmsu verkefni, þannig að ég myndi segja að samvinnan væri alltaf að aukast. En samt sem áður gengur nú frekar hægt að sameina, þó hefur nú verið gert ýmislegt á undanförnum árum. Já, það hefur nú verið sameinað í Skagafirði á síðustu áratugum og eins í Húnaþingi vestra, en núna nýverið hafa verið í gangi viðræður í Austur-Húnavatnssýslu og milli sveitafélaga þar, en þetta er flókið ferli að sameina sveitafélög og bara tekur langan tíma og þær viðræður í Austur-Húnavatnssýslu þeim hefur ekki verið slitið en þeim hefur verið hægt á þeim og þetta er fyrir utan að vera sko tæknilega flókið að sameina ólík sveitafélög að þá er þetta líka tilfinningamál þannig að það er betra að fara hægt í sakirnar frekar en að svona þrýsta þessu í gegn. Þetta kemur. En hvað með svona aðkomu jöfnunarsjóðs sveitafélaga, það er núna verið að tala að jöfnunarsjóðurinn hann komi svona, kynni einhverja svona beitur til þess að svona hvetja sveitastjórnarfólk til þess að beita sér fyrir sameiningu? Já, ráðherra sveitastjórnar og samgöngumála kynnti það fyrir einhverju mánuðum síðan að hann hefði í hyggju að setja þó nokkrar fjármuni í einmitt þetta til að hvetja sveitafélög til sameininga. Það verður forvitnilegt að sjá hvort að það kemur til með að breyta einhverju og mögulega flýta sameiningum. Það kemur í ljós. En hvað segja Húnvetningar í skólamálum? Það er framhaldsskóli á Sauðárkróki sem að á þá að þjóna Norðurlandi vestra, fjölbrautaskóli Norðurlands vestra. Er verið að tala eða þrýsta eitthvað á það að það komi fjölbrautaskóli og hann verði staðsettur á Blönduósi eða á Hvammstanga? Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra starfrækir svokallaðar dreifnámsdeildir bæði á Blönduósi og á Hvammstanga sem að virka þannig að ungmenni á þessum stöðum sækja í rauninni tíma í fjölbrautaskólanum í gegnum fjarfundabúnað. Og svo með reglulegu millibili fara þau á Sauðárkrók til þess að taka þátt í skólastarfinu og félagslífinu líka sem er svo mikilvægt á þessum árum. Þannig að það samstarf er í gangi þannig að ég sé ekki fyrir mér að sé nokkuð þörf á því að vera að reisa fleiri framhaldsskóla á svæðinu. Þannig að fjölbrautaskólinn þjónustar svæðið vel. Þannig að unglingarnir þeir gufa ekki upp sem sagt á haustin? Nei. Og fara í framhaldsskóla, þau geta stundað sitt nám í heimabyggð. Já, og sem skiptir gríðarlegu máli því að það er mjög mikill kostnaður fyrir heimili að senda barn í skóla í Reykjavík eða á Akureyri eða einhvers staðar fjarri heimahögunum. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli og ég vil meina það líka að það verði til þess að við fáum fleiri ungmenni inn í skólan heldur en ella því að það að þurfa að fara ákveðin þröskuldur bæði félagslega og fjárhagslega. Ef við svona, summurum þetta allt saman í lokin og tökum þá svona, ógnanir og tækifæri á Norðurlandi vestra, við skulum byrja á ógnanunum. Ég myndi segja að það væri staða landbúnaðarins. Það þarf að fylgjast mjög grannt með því og gæta þess að svona, það sé ekki stigið fram með þeim hætti að byggðir landsins beri tjón af. Þannig að það er mikið áhyggjuefni. Er mikið talað þetta heima í héraði? Já, mjög mikið.
Það er uggur í brjósti bænda. Og síðan það næstu tækifærin og það nú listin mun lengri. Já, hann sjálfur sem mjög langur. Það auðvitað tækifæri í ferðaþjónustunni, það tækifæri í hvers kyns iðnaðaruppbyggingu, þannig að það er fjölmörg tækifæri. Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Þakka þér fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir.